það bara helst, það gegnumgangandi að alltaf svona 70% af þeim sem leita til okkar urðu fyrst fyrir ofbeldi yngri en 18. En þegar þær eru að greina frá kynferðisofbeldi þá þær ofta að tala suð og þær eru að segja nei, þær eru að setja mörkin sín og þeir spyrja kannski aftur, þeir pressa meira og þær bara, ég er búin að segja nei aftur og aftur og aftur og svo bara á endanum gafst ég upp, klára þetta bara eða það bara betrað og við erum vinir eða við erum í par, þú veist, og þá upplifir sá sem suðaði að hann hafi fengið einhvers konar samþykki og á meðan að manneskjan sem að í rauninni náði ekki að halda í mörkin upplifir náttúrulega, þetta var mér að kenna ég sagði það endunum, já, ég gerði eitthvað sem ég vildi ekki, en ég gerði það samt og allar sjálfsásakanir sem að fylgja því og þessi mál eru ofboðslega flókin í úrvinnslu við erum ennþá eitthvað svo léleg í þessu alveg ótrúlega alveg merkilegt hvað við eigum erfitt með að viðurkenna að gott fólk gerir líka slæma hluti Ég heiti Svandís Anna Sigurðar. Ég vinn á Stígamótum. Ég þar í fræðslu og forvörnum fyrst og fremst og svo bara í alls konar. Ég kynjafræðingur að mennt með meistarapróf í kynjafræði, sagnfræði í BA og hef unnið á sviði bara jafnrétti sviðinu og í mannréttindamálum síðustu hversu mörg árin í langan tíma, þú veist 10-15 ár, eitthvað svoleiðis. Og hef þá fyrst og fremst alltaf verið að fást við kynjajafnréttismál og svo hinsegin-málin hafa verið svolítið svona stór fókuspunktur hjá mig líka og var núna áður en ég kom til Stígamóta þá var ég að vinna hjá Reykjavíkurborg og var þar sérfræðingur í hinsegin-málefnum sem er vinsælasta staða Íslands held ég að vinna þar, mikið að gera en flókið og síðan hoppaði yfir til Stígamóta og þar náttúrulega mjög mikið að fást við kynferðisofbeldi og alls konar annað ofbeldi í nánum samböndum og þá fyrst og fremst eins og það snýr að ungu fólki. Hérna, já, áhugavert og það hefur verið hjá Reykjavíkurborg í hinsegin-málunum. Hérna, það ekki staðan sem Ugla tók við síðan? Já, hún þar núna. Kastaðir henni í eldin? Hún að svara afmælisleiðbeiningar og svona. Já, ég held að það væri jafnréttisskólinn, Indiana. Nei, þetta kom bara beint úr af mannréttindaskrifstofu og hinsegin-málunum. Sko, beint úr, það var náttúrulega kallað eftir þessu það var bara skóli sem fór í gegnum regnbogavottun og var síðan bara, þessi kynjaskipting í ammælum, þetta ekki úrælt og getum við gert eitthvað annað og getur við hjálpað með einhverja leiðbeiningar og það var náttúrulega ekkert mál að koma með leiðbeiningar ef þið viljið, þá þetta leið og það, þú veist, sem tikkaði í fullta bóksum, skilur, líka bara upp á tengslanet þú veist, út frá uppruna fjárhag þú veist, ef með barni 20 barna bekk og þá fari, þú veist, endalaust að ammælum fínt að þjappa þessu saman, alls konar svona og svo náttúrulega kynjavingillinn, þú veist bæði fyrir sísbörnin og transbörnin og allt þetta en já og svo hefur þetta nú heldur betur verið notað svona í pólitískum tilgangi til þess að ná einhvern veginn höggja á meiri hlutan eins og ég upplifið það sko ert þú svona mikill fasisti inn við beinið? Ég hef ekki upplifað þannig en þetta var áhugaverður snúningur það náttúrulega verið að reyna að taka eitthvað eins og að sé verið bara, þú veist, nefan í borðið nú skuli allir fara eftir þessum reglum sem að var náttúrulega ekki. Hér voru bara leiðbeiningar sem að byggja á bæði, þú veist, jafnréttislögum og vísa í mannréttindastefnu borgarinnar. Það var ekki alveg bara upp á einhver svona, engu. En svo líka það sem svo flókið oft við jafnréttismálin og í bara allan feminisma, allt sem svona að taka kannski sjónarmið þessa, þú veist, hópsins sem á jaðrinum að sko meiri hlutin eða normið innan gæsalappa átta sig aldrei á því að þar heill hellingur að leiðbeiningum og reglum í gangi svona default stillingin til staður, hún þarna líka en nú leiðum að vill koma með einhverja aðra stillingu eða einhverja aðrar hugmyndir eða breyta einhverju viðmiðum, það alveg trillt
svona kallar eins og ég sko, við erum vanið í að vera bara viðmið hið óyrta og svona fá að vera bara í friði, þú veist, sískynja, hvítur, ófatlar, gagnkynhneigður kallmaður og leið og það var komið hugtak yfir fyrirbærið mig, sko, að þá er það upplifað sem stórkostleg árás. Já, þú veist, eins og ég man þegar við vorum að reyna að koma, þú veist, hugtakinu sís inn, bara það, þú veist, koma því inn, við vorum bara að reyna, þú veist, að nota það á Íslandi í rauninni. Það var líka áhugavert, fyrir það fyrsta bara fólk hafi náttúrulega ekki skilning á því, þú veist, hvað ertu að merkja í mér, þú veist, hvað ertu að tala þú veist, og sís og hvað þetta og þú veist, það ekki bara nóg að tala hinn, transfólkið, það ekki, þú veist, og þannig að hafa skilning á því að ég, sís manneskjan líka með einhverja kynvitund, hún merkir eitthvað og setur mig í ákveðna stöðu í samfélaginu sem mögulega forréttindastað og við erum svo viðkvæm fyrir því að viðurkenna og horfast í augu við forréttindin okkar. Já. Það þessi misskilningu líka að það að vera í forréttindastöðu þýðir ekki að þú ert kongur Íslands, eða þú veist, þú ert ekki efstur, en þú ert kannski ofar eða betur settari heldur en önnur manneskja sem ekki þessari forréttindastöðu í sömu stöðu. Akkurat. Þú veist, og það það sem að fólk einhvern veginn á erfitt með. Já. Sko að því að það sem ég voru að velta fyrir mér árunum við förum inn í sko þessa herferð og þessi átök, sjúk ást bara á stígamótum sko, hvað það sem að þið eruð að eitthvað sem að þið eruð að sjá aftur og aftur og aftur eitthvað svona rauð þráður að þema og þið eru bara, herðu hvað að frétta hérna? Sko það sem við erum náttúrulega að sjá aftur og aftur ungt fólk að verða fyrir ofbeldi, náttúrulega kveikina sjúka ást, þú veist, það bara helst, það gegnum gangandi að alltaf svona 70% af þeim sem leita til okkar urðu fyrst fyrir ofbeldi yngri en 18. Það hefur haldist nokkuð stöðugt. Kynjahlutfallið haldist nokkuð stöðugt. Við, þú veist, vissulega breytinga og það eru fleiri karlar sem að koma núna heldur en fyrir 30 árum sem jákvætt, þeir eru að stíga fram og okkar gögn og tölur þær rýma svolítið vel við til dæmis eins og það sem löggan að sjá, þú veist, þetta ákveðin aldur, þetta í yngri kantunum sem bæði að verða fyrir ofbeldinu og beita ofbeldinu, þetta rosalega kynjað og svo kannski það sem að við myndum vilja gera betur og erum alltaf svona að hugsa úti á stigamótum ná til í rauninni þú veist, minnihlutahópa, þú veist, við vitum og sjáum það gagn sín okkur, þú veist, fatlað fólk, fólk að verðlundum uppruna, hinsegin fólk, þessar hópar verður, þú veist, fyrir óeðlilega mikla ofbeldi, svona hlutfallslega séð, sko. Já, einmitt. Finnið þið fyrir aukinni ásókn þegar að umræðum ofbeldi mikil? Já, það alltaf þannig. Þú veist, það og við bara reiknum svolítið með því að þegar að verður einhver umræða kynferðisofbeldi í samfélaginu, að þá fáum við svona bara fleiri inn akkurat tengt þeirri umræði sem í gangi en svona almennt líka, þú veist, við sáum þetta í gegnum MeToo, þá bara var bylgjan upp hjá okkur. Þið hafið mjög oft bent á klám sem svona tengingu við þessi kynferðisbrot, en árunum förum inn í svona áhrifamátt klámsins. Hvaða aðrir, ef einhverjir, aðrir svona áhrifaþætti tengi þið út frá þá reynslu sem að leita til ykkar? Því ég náttúrulega fyrst og fremst að horfa ungt fólk. Þetta svona kynlífs- og kynjahandrit. Það eitthvað sem að við sjáum bara sem áhrifavald hjá þeim sem verða fyrir ofbeldi og bara, þú veist, þessi þóknun hjá sem tengist kvenleikunum að vera undirgefin, vera þæg, vera næs, að vera ekki drusla, þú veist, vilja kannski eitthvað en ekki segja það, segja nei en meinar það, þú veist, öll þessi skilaboð, allar þessar hugmyndir hafa auðvitað áhrif á það hvernig við bara höfum okkur, hvernig við förum inn í sambönd og hefur áhrif á það hvort að, þú veist, ég set mörkin mín, hvort þessu virt, hvort að ég fer yfir mörk, hvort að ég sé yfir höfuð átta mig á talandi forréttindi, að ég í ákveðni valdastöðu hér ef að ég reynslu meiri, eldri, ef að ég karlmaður með konu, þú veist, ef að ég í ákveðinni stöðu gagnvart viðkomandi. Að því hún nefnir hugtak sem að svolítið stórt og mikilvægt að fara yfir, það kynlífshandrit. Geturðu bara aðeins svona útskýrt það fyrir fólki? Já, sko, en ég tengi þetta alltaf bara mjög beint við svona kynlífshandrit, þú veist, það að þetta líka og þetta rosalega svona
síska kynægt handrit líka. Hér erum bara komin að kjarnanum að einhverju djúpstæði normi sem að í rauninni, þú veist þetta, að mætast þarna þá, karl og kona og það ákveðin svona fyrirfram ákveðin hlutverk inn í þeirra samband og inn í þeirra kynlíf þá líka og hvernig þau að haga sér og þá þetta tengt því að hver á að vera ráðandi. Þú veist, hvað þá alveg kynlíf og klárast það þegar að hann færi fullnægingu, hvað þýðir það fyrir hana, hvernig fullnægingin hennar hluti af þessu, þú veist, þetta kynlífsandrið og hún á að vera svona pínu tilbaka, tilbúin samt ekki hann á að koma og nálgast hann, þú veist, það þessi svona djúpstæðu kynja viðmið inn í kynlífi sem að eru svona búa til þetta kynlífsandrið og aftur tengist þessu, þú veist, hann svo spenntur og æstur og þetta eitthvað stórt í hans huga og tengtir líka, hann á alltaf að vera tilbúin, hann á að vera helst með stórt tippi, hann á alltaf að geta klárað og gert hlutina og vita eitthvað. Já. Þú veist, vita hvað hann að gera sem bara, ég meina aftur, þú veist, maður hugsa ungt fólk bara alls ekki og ekkert endilega allt eldra fólk heldur. Og veist, og hún á svolítið að taka á móti. Þú veist, vera svolítið tilbúin en að taka á móti. Ég las ritgerð daginn, meistarritgerð í kynjafræði sem var að rannsaka ofbeldi í hinsegin samböndum. Af því við erum svona að tala kynferðisofbeldi og það var svona ákveðin þráður þar að reynslu meiri, þá erum við að tala sko aðstæðnar sem að í rauninni getu, ég ætla ekki að segja skapa ofbeldi, en berskjalda fólk fyrir ofbeldi. Já, skapa valdamun. Valdamunin. Þú veist, hvað eru svona, ég segi ekki, ég ætla að segja bara svona hætturnar, sérstaklega þegar við erum að horfa á hinsegin sambönd og náinn sambönd. Já, það með þetta, þú veist, það reynslan og kannski staða innan samfélagsins líka, hinsegin samfélagsins á ég þá við. Já. Þú veist, það þó svo við værum kannski á sama aldri en ef ég kom út, þú veist, 15 ára, ég hef alla þessa reynslu, ég get svolítið svona og þú ert nýkomin út, þú veist, ég svolítið, get sýnt þér, svona virkar samfélagið, svona virkar sambönd, ég hef tenging þín inn í hinsegin samfélagið í gegnum mig, þekkingin þín á hinsegin sambandi og kynlífi í gegnum mig, þú veist, allt þetta ákveðum valdastað, ég bý yfir þekkingu og reynslu og tengslum, þú veist, þannig að þetta getur svo sannarlega að skapa þarna valda ójafnvægi sem hægt að misnota af því að ég vann mitt við verkefni hjá borginni á sínum tíma hinsegin fólk að heimilisofbeldi og þetta var eitt af því sem var flaggað svona í tengslum með BDSM-sambönd þú veist, ef að manneskja, þú veist, þetta var það sem kom kannski hvað mest í ljós var að fólk var að nýta sér svolítið en ég hef reynslu af þessum heimi, ég hef búin að vera í svona samböndum áður, þau virka svona og ég ætla að kenna þér og þar var bara kannski verið að misnota algjörlega, þú veist, reynsluna, skilgreiningar, hugmyndir og svo frammeis og hinn vissi ekki betur. Sko þegar maður í einhverjum minnihluta og í þessu dæmi, þú veist, í hinsegin samfélaginu, þú veist, við mætum fordómum hvort þið og að fara þá einhvern veginn og benda á að hei, við erum með alls konar ljótt og slæmt í gangi hjá okkur líka, þú veist, það svo mikil virðingapólitík í öllum minnihlutum líka, hjá minnihlutahópum þannig að þú veist, maður alltaf einhvern veginn að reyna að sanna bara við eigum skilið réttindin og tilveru rétturinn okkar og við erum ekkert verið en hver annar og jafnvel betri, þú veist, þá svo vont að segja alveg, hei, hjá okkur líka bara ömuleg sambönd og ofbeldi og við erum alls konar alveg eins og þið, en sko viðminn svona já, það alltaf þessi auknar kröfur að standa sig. Já. Þú veist, að því að þú ert fyrir utan normið, þú veist, það smásján meira á þér. Hverjar eru ástæðunar? Af því að við hugsum oft gerendur ofbeldis, sérstaklega kynferðisofbeldis, þá finnst okkur einhvern veginn þægilega að hugsa þau sem skrimsli, illa innrætt og og eitthvað, og þess vegna náttúrulega getum við ekki hóst í augu við það að Jói frændi sé að gera svona vonda hluti. Hvers vegna beitir fólk ofbeldi? Þetta stórti spurt. Sko, þegar við erum sérstaklega að horfa á ungt fólk, þá erum við kannski ekki að horfa á og setja gerendastimpilin á þau. Við erum ekki að segja hér eru ofbeldismenn í 9. bekk sem hafa gert þetta og þetta og þetta. Við erum að horfa á markaleysi, fyrst og fremst vanþekkingu og við viljum breyta því. Þú veist, við viljum ekki að þessi hegðun haldi áfram. Og það hjálpar í rauninu engum kannski bara að útskúfa þessa aðila. Frekar viljum við fræða og bæta og breyta.
oft þetta sko vanþekking og reynsluleysi og líka, þú veist, tengist inn á þetta handrit sem að við höfum talað þú veist, þessar sem að kannski skilabóð sem að strákar meira að fá, þú veist, þeir eiga vilja þetta kynlíf og stelpur eiga veita einhverju losun þar og þeir eiga að vera svolítið ákveðnir og þetta einhver hluti af einhverju karlmennsku að stunda kynlíf og átta sig ekki á valdastöðunni sinni og það er svona ákveðin tilætlunarsemi sem að verðist vera svolítið sterk og ríkjandi og við sjáum svolítið oft suð líka og það flækir svo svakalega þegar að því að og nú er ég að vísa þá beint í sko það sem er að komin á sjúkt spjall sem er þá nafnlaust netspjall sem er með fyrir ungt fólk og þar koma í miklu meiri hluta stelpurinn, það er alls konar sem er talað þar en þegar þær eru að greina frá kynferðisofbeldi þá er þær ofta að tala suð og þetta er þá suð sem að kemur frá kærasta eða bara vín eða vínum og þær eru að segja nei, þær eru að setja mörkin sín en svo halda þeir áfram og þeir spyrja kannski aftur, þeir pressa meira og þær bara, ég er búin að segja nei aftur og aftur og aftur og svo bara á endanum gafst ég upp eða hann var hún svo fúll eða þú veist, hann hætti ekki og ég svona, klára þetta bara eða það er bara betrað og við erum vinir eða við erum í par þú veist, og þá upplifir sá sem suðaði að hann hafi fengið einhvers konar samþykki og þá er þetta í lagi, hún sagði að lokum já eða sagði bara allt í lagi á meðan að manneskjan sem að í rauninni náði ekki að halda í mörkin upplifir náttúrulega, þetta var mér að kenna ég sagði það endanum, já, ég gerði eitthvað sem ég vildi ekki en ég gerði það samt og allar sjálfs ásakanir sem að fylgja því og þessi mál eru ofboðslega flókin í úrvinnslu og þau krefjast náttúrulega bara ákveðnar sko meðvitundar eða þekkingar og skilning sem að krakkar er ekkit endilega með sem þetta unga fólk er ekki með, þetta er náttúrulega bara algjört einhvern veginn svona hvað maður að segja, svona hönnunargalli að þú veist, allir þessu hormóna fara á stað en við erum ekki komið með fullmótaðan þroska til þess að geta tekist á við öllum þessum tilfinningum og hvernig okkur líður og þú veist, þetta eru börn sem eru að upplifa alls konar tilfinningar og að gera mjög fullorðin sluti en ekki með þroska í það. Þú veist, og það er rosalega flókið að vinna úr þessu öllu. Já, svo er nú við horfa pakkin ekkert að hjálpa okkur þarna sem að tengist bara því sem hefur verið í gangi og verið vaxandi með Andrew Tate áhrifunum sko. Þetta er ekkert að hjálpa okkur að ef að segja fræða til dæmis að því að við erum að tala kynjamynstur, strákar brjóta á stelpum þetta við þarf að sett sko er ekkert að hjálpa okkur við að vinna gegn þessu alls ekki, þarna er náttúrulega bara sér maður rosa skýrt þú veist þessar hugmyndir að þú veist strákar eiga og mega veist, þetta er bara tilkall til kynlífs frá stelpum og að þær þjónustu þá með þessum hætti þú veist, og þetta er einhver karlmennska er að ná yfir eins margar konur og hægtir og það er svo alls konar stórkostlega furðulegar hugmyndir við séð aðeins ekki mikið en aðeins að strákun líka komin að spjallið að hafa áhyggjur af sjálfsfróun og aðeins að hafa áhyggjur af hvað segir trúin mín þetta þú veist, þannig að við sjáum einhver áhrif þarna, þetta er ekki mikið aftur en það verður áhugavert að fylgjast með og og líka sem er svona áhugavert að hafa áhyggjur af klámnótkun en kannski ekki á þeim forsendum sem að við myndum vilja þeir myndu svona setja spurningumarki við það þú veist að þetta er kannski einhver synd og þú veist og þeir er að prófa sér og hvort að það sé nú í lagi og eitthvað svoleiðis og þarna sér maður náttúrulega tengingu við einhverja trú sem hefur svona aðeins vaxið virðist þeirra síðustu ár og líka þú veist ekki eyða sæðinu þínu, þú veist, einhverja svona pælingar líka þú veist, orkan inn á viðin ekki út þú veist, eitthvað svona alveg, þannig að þetta er áhugavert já, þannig að það er alls konar og maður hugsa bara guð minn góður, þú veist, að vera ungur strákur líka, fá allt þetta og einhvern veginn þú átt að vera stór og einhver svona farin í eitthvað macho en hvað þýðir það og rosalega oft þýðir það eitthvað í samspil við stelpur, þannig að greiði stelpur líka í þessu samspili, þú veist, ég meina þetta er þessi tvendar heild sko, ég meina karlmennska er ekki neitt án kvenleikan, svo öfugt þú veist hvernig metur karlmennsku ef ekki í tengslu við kvenleika
þannig að þú veist, þetta alltaf í þessari svona einhverju yin og yang hugmynd eitthvað jafnvægi sem svolítið absúrt og líka að því að það valdamismunur þarna á milli þessara tveggja póla sem alltaf ekki pólar, þú veist, við erum ekki svona í alvörunni, þetta líka svo flóki oft að tala þetta, maður með einhvern veginn, hér eru stóru hugmyndirnar hvernig strákar eiga að vera og þetta hefur rosa áhrif, en svo eru strákar alls konar, þú veist, sumir smetla vel inn í þetta, aðrir alls ekki, þú veist, þannig að við erum að tala rosa fjölbreyttan hópa fólki eðlilega, en rosa þröngar hugmyndir og þröngar ramma sem að fólk að reyna að tróða sér inn í og ég tala nú ekki ungmenni, þú veist, sem einhvern veginn leitandi og óörugg og sjálfsmatið ekkert endilega í botni, þú veist, þannig að þá reynaðu kannski að tróða sér meira enn í ramman. Akkurat. Feminist fólk, það að segja, og sérstaklega fólk sem eitthvað svona í eldlínunni og ég ætla bara að segja að við verðum oft mjög brend af sko öguninni, ytri öguninni og förum að verða rosa inclusive og það sem að ég teki eftir að þá förum við stundum og förum að tala hluti, ég meina, stelpur geta alveg beitt ofbeldi og svo kannski förum við að gerum, þú veist, segjum bara í þessu samhengi með suðið, þú kannski útskýr það bara, að þá ég svo hræddur að þegar við ætlum að fara einhvern veginn að víkka okkur út til þess að svara þessari ögun og þessu gagnrýni, að við förum að fletja út í rauninni vandamálið sko og eins og kannski bara þegar við vorum að tala ofbeldi rosa mikið tengt Me Too þá varð viðkvæðið svolítið svona já, við ruglumst öll einhver tíman og við getum öll beitt ofbeldi flöttum út það að það eru kallar sem eru að beita konur kerfisbundnu ofbeldi á margan hátt og við þurfum að skoða það og við þurfum að fara dýpra og við þurfum að sjá viðþorun sem þarna bakvið sem að næra þetta ofbeldi og réttlæta það og komið veg fyrir að þorundu sjá jafnvel að það verði fyrir ofbeldi og þá er einhvern veginn komin ég meina við ruglumst öll einhvern tímann og ætlum bara að afgreiða umræðina þannig að hvernig eru þið ekki að lenda í þessari gildru með suð átakið? Sko, það ákveðin strategi og ákveðin hugmyndafræði bak við sjúkást, þú veist, við pössum okkur alla jafnan að vera eins kynhlutlaus og við getum þú veist, í framsetningu og efni eða að tryggja að við tökum öll kyn með í reikningin og dæmin endurspegla það. En þau eru kannski ekki komið skilning og reynslu á því að lenda í kynjakerfinu þannig að þau áttu sig á. Við þurfum ekkert að kafa dýpra og strákarnir líka eiga kannski aðeins erfiðara með að ég sem strákur út í fólk í einhverju valdastöð, þetta eru ungi strákar sem upplifa að þeir eru ekki með neinvöld. Þú veist, þannig að við erum strategíst að reyna að tala öll kyn en við erum náttúrulega með rosalega feminíska og svona kynjafræðilega sín á allt efni sem við setjum fram en þetta er ógeðslega flókið því stundum maður alveg bara, ég meina við gætum farið á stað með einhverja herferð sem væri alveg alltaf margir strákar að beita, alltaf margir stelpur ofbeldi, ég sé ekki fyrir mér að það myndi ná jafngóðri dreifingu því miður en hvernig við tölum við fullorðið fólk og foreldrana hvernig ég tala hér ég veit ekki, ég er fullt af unglingum alltaf að hlusta á þetta Nei, kannski slýsast inn í TikTok en þú veist, þar getum við tala öðruvísi Já Þú veist, við erum með myndefni, leikiðefni þú veist, þetta á að vera tækifæri fyrir ungt fólk til þess að svona aðeins að máta sig við og opna hugan og hugsa aðeins samskiptin, samböndin þetta sem ég er alltaf að horfa á í sjónvarpunni tengt, þú veist, einhverja kynlífsinnur þar eða eitthvað klám sem ég sé, þú veist, kannski þarf ég aðeins að endurskoða það eða kannski er þetta ekki alveg rétt, þú veist, við erum að reyna að koma með einhver fræ, koma með einhver svona bara aðstóða þau við að endurstilla viðmiðin sín. Það sem ég er að velta fyrir minna með eldra fólkið, sko hafið þið einhverja skynjun á það hvernig er bara til dæmis fólk sem er á 40-aldri, 50-aldri hafið einhverja tilfinningu hefur eitthvað þróast þar, hefur eitthvað breyst þar? Með þeirra sambönd og samskipti og þess að þar sko það sem við sjáum allavega í tengslum við allt efni sem við búum til í gegnum sjúkást þar sem að markhópurinn er 13-25 ára það smellpassar við eldra fólkið líka þú veist, fullorðna fólkið sem kemur inn til okkar á stígamótum það hefur svo gott að því að fara í gegnum þetta efni þú veist, það að því við erum með sambandsrófið, þú veist, hvað einkenni er heilbreytt, óheilbreytt og svo ofbeldissamband þau þurfa þessu að halda kynlífs, gott, slæmt og svo kynferðisofbeldi, við erum líka með svona róf þar, þú veist, þau þurfa líka þessari fræðslu að halda
sjúkflögg, við höfum notað það í ráðgjöf hjá okkur á Stígamótum líka. Þannig að allt efni þar og mörg hver að segja mér bara, þetta var ekki rætt, alls ekki með þessum hætti, þú veist, og sum hafa ekki fengið tækifæri eða ekki, þú veist, verið í þannig samböndum eða samhengi að þau hafa getað unnið sér frá því að suða eða unnið úr afbrýðseminni og allt þetta. Þannig að þetta á allt við eldra fólk líka. Við viljum ekki tala ofbeldismenn eða geranda þegar við erum að tala þú veist, einhver börn, við erum að tala unglinga. Þú veist, við viljum veita fólki tækifæri til þess að axla ábyrgð og gera betur. Þú veist, að vera afbrýðsum og haga sér illa út frá því bara, já, langflestir eru með einhverju svona reynslu í bakpókanum. Þú veist, en við viljum líka, en bætum það, þú veist, við erum að reyna að vinna með að bæta okkur. Með fullorðið fólk, þú veist, og líka til þess að svona tala í andstöðu við það sem ég var að segja, stundum það samt ekki málið. Ég meina við erum að sjá líka hræðilega ljótt og mikið gróft ofbeldi, reynsla af því og í sum tilfellum þá bara samtali ekki málið að mæta manneskjunni og sína enni mildi, það bara guð með góður, sko. Nei. En en við mætum alltaf fólkinu sem kemur til okkar með það, þú veist, það er enginn sem hafa sér fullkomlega, þú veist, við erum öll bara alls konar og erum að læra og bæta okkar hegðun, vonandi. Maður eðlilega að tala við og til hópsinn sem að maður hefur trú á að vilji hlusta, af því að, þú veist, þeir sem að beita ofbeldi af því að þeir vilja meiða, þú veist, vilja niðurlæga. Bæði eru þar og eru að hafa sér illa, en eru ekkert einhvað, herðu, ég ætla að hlusta þessi skilbóð því að þau eru fyrir ofbeldismenn og ég er ofbeldismann. Þú veist, það virkar ekki þannig. Og það er líka það sem er svo flókið, náttúrulega að reyna að ná til þeirra sem eru að beita ofbeldinu án þess að kalla það ofbeldismenn, af því að þeir tengja ekki við þann stimpil. Þú veist, og líka margir í kringum þá ofbeldismenna ekkert að tengja það heldur. Við eigum svo erfitt með að horfa á einhvern sem okkur þykir væntum, sem við erum með einhverjum tengslum við og segja, vá, þessi er ofbeldismadur eða þessi hefur beitt ofbeldi eða hefur verið að meiða einhvern. Við erum ennþá eitthvað svo léleg í þessu. Alveg ótrúlega. Alveg merkilegt hvað við eigum erfitt með að viðurkenna að gott fólk gerir líka slæma hluti. Það mistigur sig, það gerir viljandi eitthvað ljótt. Þú veist, en leiðin til þess að hjálpa þeim áfram að hjálpa þeim að axla ábyrgð og svo bæta. Að lokum, að þú segir axla ábyrgð, að því að nú þau sem að munu hlusta á þetta, ég veit ekki hver horfa á þetta, en þau sem hlusta eru svona, á aldur við okkur og eldri og það er alveg kallar sem slýsast til þess að hlusta og nú ætlum ég að taka hérna dæmi, það er kallmaður. Hann er að hlusta á okkur og hann er búin að vera að kíkja aðeins inn á sjúkást.is. Sjúkást.is. Já, þetta er alltaf ruggla, sjúkspjall og sjúkflögg og allt sjúkt eitthvað. Bara kemur eitthvað gott. Já, fer inn á sjúkást.is og er að lesa þarna og er bara að fatta, heyrðu, nú er ég búin að sambandi með konunum minni hérna í 15 ára eitthvað, 20 ár. Ég held að ég sé nú kannski eitthvað á rauðu svæði hér. Hvernig á þessi hlustandi að axla ábyrgð, hvað á hann að gera? Af því að ég ímynda mér og af því að nú hef ég gengið gegnum svona sjálfskoðun bara í minni fortíð og þú veist það sem ég hef gert og það sem ég hef sagt og alls konar og fyrsta tilfinningin er náttúrulega bara að loka á þetta. Ekki hugsa þetta, bara þetta er búið og gert, þetta er glemt. Þú veist, og það er skömm og sektarkennd og alls konar. Það er ekki mjög hjálplegt fyrir engan. Þannig að ert þú með eitthvað svona út frá að því þú kemur frá Stígamótum, þú veist, þú ert með sjónarhorn þolenda, bara hvað viljið þið? Sko, rosalega samhengisbundið. Bara, þú veist, ef hann er í sambandi með einhverju mannsku sem að hann hefur komið illa fram með, þú veist, þá er þetta mögulega að vinnast í þessu sambandi. Þú veist, þú þarft að opna á þetta og þú neyðist þess að skoða þessa hegðun og ræðana. Ef þú nærði ekki að hætta henni, þá erum við að tala um að fá einhver aðstóð. En líka, sko, að því að eitt sem að við erum svo ofta að reyna að benda á, þú veist, ef þú hefur farið yfir einhver mörk, ef þú ert búin að vera að beita ofbeldi og áttar þig á því mikilvanlegan, mikilskömm, allt þetta og vilt reyna að laga þetta, ég meina, ef þú ert einn af þeim fáum sem er þar, viðurkennir og vilt axla ábyrgð, þú
mátt, eða þú veist, þú nærði í rauninni ekkert þú færði ekki að ráða ferðinni bara einn þú veist, þú þarft að hlusta á þann sem að þú vilt kannski nálgast ef þú vilt þá gera það til þess að biðjast afsökunar eða taka eitthvað samtal þú veist, og ef að svo manneskja vill ekki tala við þig, þá er það bara þannig þú veist, hún skuldar þér aldrei afsökunarbeiðni eða einhver svona syndaaflausn eða hvað sem það er sem þú ert að leitast eftir, þetta þarf þá að gerast hjá þér að vinna úr þessu og bæta hegðunina þannig að það þarf bara, þessi skilaboð eru mikilvæg, þú veist, það er ekki á manneskjunni sem þú braust á að hjálpa þér að bæta að því við sjáum þetta alveg á stígamótum þegar að við erum að spyrja ok, ég meina hver var gerandinn, þú veist, hver beittið ofbeldinu og hefur rætt þetta við viðkomandi og hvernig brást viðkomandi við og þetta er alveg eitthvað sem kemur svona allt og algengt er að já, viðkomandi brotnaði niður og það endaði þannig að ég fór að hugga hann þannig að þú veist, það þarf að passa þetta að axla ábyrgð er að axla ábyrgð ég ætla að taka þetta og ég ætla að finna leiðir til þess að vinna úr þessu þetta verður ekki endilega auðvelt og þetta verður ekki bara línuleg þróun í rétta átt og hún geti tekið sinn tíma en þú veist, það þarf að vera eitthvað skref í það áttina og stundum er það með því að ræða við viðkomandi sem hefur verið að meiða stundum færðu ekki það tækifæri, það er búið eða bara er ekki búið ef þetta er einhver sem ert í sambandi við þá ég meina góður, þú veist leitiði aðstöðar farði og talið við einhvern og skoðið hvað þetta byrtist og í hvaða samhengi vandamálin er að koma upp og hvenar þú ert að meiða en þetta er ferli og yfirleitt er fólk náttúrulega að vinna með kannski eitthvað sem að þú veist það hefur lært einhver viðmið sem að hefur gripið úr æsku einhverjar hugmyndir sem þarf aðeins að afbyggja einhverjar kynjaðar hugmyndir jafnvel þú veist hvernig á ég að vera í þessu samhengi eða þessu sambandi eða hvað sem það er hvað er rétt ef ég tilkall hvernig á hinn manneskjan að koma fram við mig eða vera með mér í þessu sambandi þú veist það þarf að endurskoða þessar hugmyndir sem leiða til þess að þér þykir þetta vera hegðun sem má